það satt sem þeir segja landa? How do you like Iceland? Ekkert sérstaklega svona. Það satt sem þeir segja landan? Já. Að hann sé ekki andlega heil? Já. Það á því megi greina að hann yrki sálrænt fugl og trú á stokk og steina eða stjörnufræðikul. Það rétt að hann ráðgist við fjandann eða rær hann á göfugri mið? Vill hann selja sálina, spá í nýöldina? Segð mér, eitthvað til í því? Ég sé ekki raskat að fyrirgefa orðbragði frú. Jólli, viltu étta mig gleraugun mín? Gleraugun. Andartak, þetta kemur alveg. Ég sé miklu betur núna. Þetta allt annað. Andartak. Ég sé. Í lok þessa árs gerist hið óumflýjanlega. Það verða áramót. Og ég sé enn fremur. Það verður áramótaskaup í sjónvarpinu á gamlárskvöld. Ég veit. Það hljómar ótrúlega, en bíðið bara. Þetta á allt eftir að koma fram. Allir mínir spádómar koma fram. Já, bíðið aðeins. Það að koma. Sjáðu bara, það að koma. Siggi, segðu krökkunum að skaupið sé að byrja. Ég var búinn að harðbanna þér að nota kúluna mína í það spákonu kukl. Það satt sem þeir segja landa? Hann reykull í ráði eða veikur fyrir auglýsingaskrumi? Eða ekkert til í því? Gott hvað? Ég að kynna hérna nýja söluherferð fyrir nýöldina, svokallaða nýaldarvöru, þar sem hægt að fá þetta allt saman í einum pakka. Þessum pakka hér, svokallaða Instant New Age Kit, eða á góðri íslensku, tafarlausu skyndi nýaldarbúnaður. Í þessum pakka allt sem þarf til að vera gjaldgengur nýaldargúrú á hvaða sviði sem yfir 200 möguleikar í þessum litla pakka. Það eru mótmælendur, kaþólikar, kristnimenn og heiðingjar, búddamúnkar, skyggnimiðlar, hindúar og huglæknar, aðventistar, fíleftar, mormonar og gúrúar og bedúínar, transbílar og nálastung og lækningar, spiritismi, sálfærir og stjörnukortapælingar og lofalestur, orkusteina, kynstættar og spádómar, miðisfundir, líkamningar, kukl og árunutarar og blómahippar, grasætur og gamlu skallapopparar. Það ekki allt sem sýnist í þessum efnum og við byrjum almenninga að láta ekki gynnast einhverju lélegu nýaldardrasli frá Hong Kong og Tævan. Við höfum umboð fyrir original nýölduna og við vörum við eftirlíkingum því það eru til dæmis sálarkrafti, stjörnuspeki, andatrúa, fúskarar og svikamiðlar, dáaldar og falskar skyggni lýsingar og hræsnarar og falsarar og predikarar, svindlarar og óguðlegra fjandsamlegir amatúra kuklarar. En hæga nú ég ráðlegg fólki að hætta nú með þras og kýf. Því ég hef enga umboð fyrir himnavist og eilíft líf. Allt sem himur, heiður
Eilíft líf, einkaumboð á Íslandi. Látt ekki vísa þér úr himnaríki. Ó Jónsson og Fengler, Faxafeni 212. Burtu með hjartsláttinn og andremmuna. Nú komið nýtt, bragðgott og róandi Gevalium-kaffi. Ekki bara koffínlaust, heldur kaffilaust og bragðlaust. Aðeins ein teskeið og kaffið tilbúið. Prófið nýja bragðlausa Gevalium kaffilausa kaffið, svo einfalt og þægilegt, alveg eins og að drekka vatn. 1 og 2 og 1 og 2 og 3, hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmæli hann Óli, hann á afmæli í dag. Ekki bara syngja eftir, já. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmæli hann Óli, hann á afmæli í dag. Jæja, hvar gjafirnar? Til hvers haldið að ég hafi boðið ykkur í svona fína veislu? Það fær enginn neitt ókeypis hjá mér. Heyrðu nú mig, það er verið græðgin í sér á mig. Ég er bara ákveður eftir þessu. Segðu það. Næ. Spari grís. Nei, Óli grís. Yes, grís. Hvað á ég að gera með þetta grís? Þennan grís skaltu geyma. Hann getur komið sér vel þegar þú ert orðinn stór. En hvað fæ ég pening til að láta í þennan grís? Óli minn, þú tekur þetta peninga frá öðrum. Það segir sér sjálf. Krakkar, komið í leik! Spurt á að fara í leik. Svar? Jú, það gæti verið skemmtilegt. En með einu skilyrði. A. Ég verð ekki með ef að Jóka verður með. B. Ég leit eins og hef ekki séð þetta. Kaka, við erum ekkert að fara í leik. Fáum okkur bara köku. Ég skal það. Á þetta voru sneið til mín. Nei, þetta var verið sneið til ykkar allra. Hvað þú veit? Snemma beygist krókurinn sem verða vill og lengi býra fyrstu gerð. Búum vel að börnum okkar því þeirra er framtíðin, Ríkissjóður Íslands. Olgeir, þú ferð sálförum. Já, ég er sálfaramiðill, sko. Ég var búinn að segja þér það. Hvernig getur þú lýst þessu? Nú bara, til dæmis þannig að ég get svifið út til líkamannum, út úr sjálfum mér. Ég get fylgst með sjálfum mér. Já, ertu þá ósýnilegur eða þannig? Já. Og getur þá fært þig úr stað? Já, minnsta mál í heimi. Ég get til dæmis svifið á milli herbergja, meira segja milli húsa eða því að skipta. Já, getur þá fylgst með fólki bara svona á þess að vita af þér? Já, þetta er mjög þægilegt, sko. Ég get til dæmis fylgst með krökkunum mínum í skólanum og, konunum mínum náttúrulega. Jæja. Til dæmis einu sinni, þá var ég á miðilsfundi Norður Akureyri og þá fór ég út úr líkamannum og skrapsi út til Reykjavíkur og kom að konunum minni. Já, nú er hún reyndar fyrirverandi kona mín, að þú skilur hvað ég við. Já, þetta er alveg stórmerkilegt. Já, finnst þér það, já? Já, þetta er svo spes. Já, það lítur að vera alveg brjála hjá þér að gera við miðilstörfin, er það ekki? Ég elska mig, ég er löngu hættu því. Nú? Já. Hvað gerur það núna? Ég njóstnaði hjá skattstofunni. Einn dag í staðgreiðslu skatta er 31. des. Gerið skil strax, annars... Er hérna með sjúklinga í einkameðferð. Það er alveg ótrúlegt hvað þetta lækna með nálastungu aðferðinni. Ef maður finnur rétta punktinn, það er við skaldurinn. Skulum kíkja á hana mann hérna.
Þessi maður hér lengi búinn að þjást að ólund, eiginlega ólæknandi fúllindi. Svo sjá hvað ég get gert fyrir hann. Já, nei, má ég. Hérna einn. Jæja, þá skulum við finna rétta punktinn. Nei. Já, þá hafið þið það. Nú. Já, svo ég hérna með nálastungum meðferð, fyrirtæki og smærri hópa. Nú, Bibba, Óli og systir. Blessiði læknir. Já, þetta gengur mjög vel. Mjög vel. Já, nú svo ég hérna með nokkra í hópmeðferð, svo þið sjáið hvernig gengur. Vel. Já, gott. Já, ég er búinn að gleyma því. Hérna eitt sjúklingur, hann að koma í fyrsta sinn greið. Hann þjáist alveg heftalegri lofthræðslu. Það ekkert grín að vera lofthræddur, það? Svona, skal sjá hvað ég get gert fyrir þig. Já, bíddu nú við. Nei. Jæja, þá skulum við sjá hvað skeður. Það engin fyrir þó að hann hafi verið lofthræddur. Þessi þáttur var kostaður af Þingeyingafélaginu í Reykjavík. Nei, þetta ekkert mál, ég hérna með glænýja myndamannum. Það ekkert hann að bera myndina saman við andlit allra karlmanna sem komin á ellin. Þá hljótu að finna. Það nú að gera vitt maður. Voðalega eitthvað svipljótur. Jæja, ég má gera þessu svona. Komið hérna að gera þessu vel. Já, gera þessu vel. Já. Stopp! Hann gæti hafa tilbúið þessu konu. Nei, einmeg. Nei. Gjörðu sem hérna, já, gjörðu það. Já, góðan daginn hér. Já, gjörðu sem þarna. Þessi? Nei. Gjörðu þessu vel. Miða góði. Stopp! Já, allir megin þá. Gjörðu þessu vel. Þessi? Nei. Nei, góði. Miða góði, miða. Neyðin kennir nöktum manni að vinna. Samband íslenskra strípalinga. Já, verið velkomin í þjóðarkynlífið. Grettir kynfræðari, hann búinn að koma sér fyrir í sæti sínu og tilbúinn að svara spurningur hlustenda. Já, ég sé að það strax komin ykkur hlustandi á línuna. Gjörðu svo vel. Já, góðan dag, Hreinn Sveinn. Góðan dag. Mig langaði að spyrja hvort... Já, gjörðu svo vel, komdu þá bara með spurninguna. Já, mig langaði að koma aðeins inn á... Já, láttu það bara koma þá. Nú, það að koma. Já. Mig langaði að spyrja hvort að það væri... Já, svona verð ekki feimin. Ég ekkert feimin. Nei, það nefnilega það. Nei, mig langaði að spyrja ykkur. Jú. Það eðlilegt eftir 20 ára hjónaband með sama manninum að hafa aldrei fengið fullnægingu? Já, það er náttúrulega margar hliðar á þessu máli, þannig að, sagður eftir 20 ár? Já, við erum búin að vera gift í 20 ár. Já, það er alveg eðlilegt fyrir ég heyrst að segja 22 ár. Næsta spurning. Já, en ég var að spyrja. Já, voru ekki með einhverja aðra spurningu? Jú. Mér langar til að fagna þessari opnu umræðu sem orðið hefur smokkinn. Hvað smokk? Nú bara smokkinn yfir höfuð. Yfir höfuð? Nú, ég hélt að hann væri nú einu... Já, ég skil. Já, hvað segirðu? Já, ég alveg með á nótum, haldið þið bara áfram. Já, og eftir þessi umræða fór að verða svona opinn og frjálsleg, gengi ævilega með smokk í veskinu mínu. Hæ? Já, og ef ég með karlmennum, rétt ég bara hispuslaust smokkinn. Fyrirgeðu frúin sögðust ekki verið giftar? Jú, en þeir setja það ekkert fyrir sig. Já, en maðurinn í þar? Maðurinn minn? Já, ég meina, hvað segir hann? Hann segir allt gott. Segir ekki allt gott, Sigurður? Næsta hlustanda. Já, það er gömul kona hérna, gömul kona hérna. Hún mjög glöð yfir því að sjá ykkur.
Ykkur sem hérna inni. Hún gæti verið amma þín. Já, þú átt ömmu, ekki? Ég menn henni bara ekki. Þú átt ömmu? Já, það passa, það var örugglega hún. Takk. Hvað get ég gert fyrir þig? Mér langaði til að komast í samband við föður minn. Já, og hvernig samband viltu ég komi á ykkur á milli? Nú bara, mér langaði bara til að vita hvar faðir minn er. Já, ég skil. Já, alveg að koma. Já, ég held að þetta svo að koma. Ég sé það alveg skýrt og greinilega núna, alveg skýrt. Faðirinn hann er hérna. Ekki trufla. Hann er hérna. Já, þú segir það, hann er í Ameríku. Ameríku? Já, takk. Heyrðu þetta, alveg típiskur svikamið. Þið fyrir ekki og ég get ekki orða bundist. Hvers konar loddaraskapur er þetta eiginlega? Hvað segirðu? Faðir minn lést fyrir 20 árum. Já, fyrir ekki, það gæti verið ykkur misskilningu eða... Misskilningu? Eða sambandslýsið eitthvað. Já, nú sé ég þetta. Nú kemur þetta alveg skýrt og greinilega. Já, nú sé ég þetta. Það er ekki að villast. Faðirinn er í Ameríku. Já, en hann dó fyrir 20 árum. Það er hér í Reykjavík. Skilur þetta ekki maður? Jú. Sko, maðurinn sem giftist móðinni og ól þig upp, hann dó fyrir 20 árum síðan. Og það hérna í Reykjavík. Já. Já, en það breytir því ekki að faðir þinn er í Ameríku. Alveg sprelllifandi. Uppgjafa herrmaður. Mamma, þó. Hjálparsveit Dáta kostaði gerð þessa þáttar. Við framsóknarmenn munum leggja það ríka áherslu á næstu kjörtímabili að allir þegnar landsins háir sem lágir njóti sömu kjara og við hinir. En fólk verður að sýna þolinmæði á þessum erfiðu tímum. Hlutirnir gerast ekki í einni svipan. Auðvitað er ég sannfærður. Endurhólkun er ju auðvitað staðrið. Það segir sig bara sjálft. Auðvitað hef maður verið eitthvað í fyrra lífi, Og þú veist þá hvað þú varst í fyrra lífi? Já, allavega síðasta lífi, sko. Það gefur alveg auganleið, sko. Ég meina, það sem maður gerði, sko, á fyrra tilverustigi, orka mjög sterkt á mann, sko, á þessum tilverustigi. Þú skilur hvað ég á við? Já, og það sem að... Já, þú veist þá hvað þú varst í fyrra lífi? Já, ég var... Andri minn, viltu ekki fá heyið upp núna? Nei, bara seinna, elskar mín. Ekki vera að trufla okkur, við erum miður viðtali. Já, hvað voru stödd aftur? Já, ég maður núna, endurhólkun, já. Flegjum ekki úrgangi, endurvinnsla margborgar sig, fyrra líf og land. Það versta við vetrakuldan á Íslandi er nefrensli. Þú líður fyrir það í starfi, fjölskylda þín líður fyrir það, samstarfsfólk þitt líður fyrir það, fötin þín líða fyrir það. Það er ekki hægt að koma í veg fyrir nefrensli, en það eru til ráð. Nesedrepp, Super 2000 frá Heilsubótarhúsinu. Fljótvirk, áhrifarík og þjáningarfull heilsubót. Nesedrepp, Super 2000. Gott kvöld, fyrirgjöf, góðan dag. Nú hefst landsleikur Ísling og Þjóðverja og er mikill aðbúnar að hálf lögregluyfirvalda þessu sinni. Svo ekki endurtækis ekki lítið svo óskemmtilega atvik sem átti stað sér hérna á Laugardalsvellinum daginn. Þegar berimaðurinn svo kallaði hleypt upp landsleik Ísling og Færing og ulli miklu hneyksli. Nú, og þannig að það er næsta víst að berimaðurinn hafi ekki sloppið í gegnum mjög svo stranga eftirlit sem haftum vallarliðin núna þessu sinni. Allavega ekki beri. Já, og þarna sjáum við Væsmúlir, einum að harðskeytasta leikmanni vestfirska liðsins. Og þarna er Henry Göbbel með framveri, sem gefur hann ekki hvað síst eftir. Og svo ekki sem minnast. Og þarna er línuvörðurinn, já, og þarna er sjálfur dómarinn bara. Og við hliðin á honum er hinn glæsilegi markvörður. Nei, sjáu þetta. Heyrðu, viltu aðeins fara tilbaka? Heyrðu, hann er alls bermaðurinn. Heyrðu, ég hef aldrei séð svona áður. Þetta hlýtur að vera eitthvað nýtt trix hjá dómarunum. Já, ég segi nú bara það. Hvað er allan geim í guðluspjöldum? Já, við höfum verið að ræða hérna svona kynhvörf og svona samkynja áráttu eða svona kynhverfa einstaklinga og þess átta fólk og já, aðila sem
Já, það svona einstaklinga sem eigi erfiðleikum. Bara homma og lesbíu, svona reynda að koma þessu út í hvað. Já, það er nefnilega það. Já, ég held það nú. Já, það er ykkur á línunni. Já. Gjörðu svo vel. Já, koma að mér. Já, nú er komið að þér. Já, heyrðu, ég ætlaði þarna að spyrja ykkur, sko, í sambandi við kynvillu sem að... Fyrirgefðu vinur, sko, það heitir ekki kynvilla. Kallaði bara kynhverfur eða hýr, sem beinþýðing á ensku orðinu gay. Já, mér anskotan sama hvað ég kalli það í beinni eða óbeinni þýðingu. Fyrir mér þetta ekkert annað en kynvilla og öfugaháttur. Þú gjör svolítið steytta málið. Ertu með ykkur spurningu? Já. Getur kynvillan okkur verið ættgeng? Já, það Grettir, getur kynvilla verið ættgeng? Nei, sko, ekki hún stundu eingöngu. Þýðingatextun þessa þáttar var kostuð af samstarfs- og þrýstihópu textun sjónvarpsefnis fyrir minnihlutahópa, en það voru kynhverfir Danir sem voru í minnihluta að þessu sinni. Elín, verður velkomin. Þakka þér fyrir. Elín, þú ert gleðikona. Jú. Og vinnur fyrir þér sem slík. Já. Þú áttir erfiða æsku og þér gekk afar illa í barnaskóla. Nei, mér gekk nú bara vel í barnaskóla. En þú hættir eftir skyldunámið og snerið þér að drykkjuskap. Nei, ég fór í menntaskóla. Og félst á fyrsta ári. Nei, ég dúsaði nú reyndar á stúdentsprófi. En drykkjuskapurinn jókst jafnt og þétt. Var það ekki? Sem hafði það í för með sér að þú áttir erfitt uppdráttar í samskiptum þínum við hitt kynið. Nei, alls ekki. Ég kynntist manninu mínu mjög ung. Í hassveislu. Var það ekki? Á dansleik hjá góðtemplarareglunni. En þið lentu bæði í slæmum félagsskap, ánetjuðust ávalna og fíkni efnum og það varði ekki meira úr námi hjá ykkur. Jú, við fórum bæði í kennaraháskólan. En fenguð ekkert að gera? Jú, við fengum kennarastöður við framhaldsskóla hér í Reykjavík. Já, en ég skil þetta ekki. Þér gengur allt í haginn. Lífið leikur við þig. Þú ert komin í góða stöðu hjá ríkinu, en svo vinnur þú fyrir þér sem gleðikona. Já. Geturðu útskýrt þetta? Tja, ég hef líklega bara verið svona heppin. Heppin? Maður lifir ekki á kennaralaununum. Já, ég skil. Þátturinn er gerður á kostnað BHMR með dyggum stuðningi fjármálaráðuneytisins. Æ, nú var næstu því síðasti hvalurinn í hafinu dáinn. Æ, nú kemur vondi gríspís maðurinn. Æ, þetta er þú að fara gríspís maður. Ætlar að vera vondur við mig. Ef þú verður vondur við mig, þá bara skal ég bara slá þig í sjóinn. Nei, ég læt bara hann Arafat raskella þig. Því að ég er nefnilega litli hvalurinn sem hann Halldór Ásgrímsson gaf mér í jólagjöf. Eða bara ég læt hann Guðmund G. Þórarinsson kæra þig og sendi þig í prófkjör. Já, þetta er minn þar nú að koma upp og drífa þig í fötin. Má ég sulla svo litið lengur? Þú Steingrímur, þú ert að verða á seinna á ríkisstjórnarfund. Æ, ég nenni ekkert á hana ríkisstjórnarfund. Þannig þú verður að mæta. Æ, getur ekki hringt bara niður þetta og sagt bara að ég sé veikur í pöttanum eitthvað. Ég er nú farin að hafa verulegar áhyggjur af þér, ég verð að segja það. Já, þetta segi ég alltaf líka. Ég verð að segja það. Jæja, bara þetta eina skipti. En þú verður að mæta nú að þing eftir hádegi. Steingrímur, þú ert búin að skrópa á Alþingi upp á hvern einasta dag í bráðum 3 mánuði. Já. Og forseti sameina sem margbúin að hringja og klæða ykkur fyrir lélega mætingar. Já. Denni, ég get ekki skrökvar endalaust að ég sé að lesa fyrir því Jón Ott og Jón Bjarnar. Hvert er þú að fara? Góði. Ég er nú líka með vottorð á Alþingi, góða mín. 1, 2, 1, 2 og 3.
mér fyrirspurnum fjarver okkar þar. Þeir vildu fá að vita hvar við værum ráðherrar. Þeir sögðu að við hefðum svo slæma mæting á þinginu. Ég var oftast veikur og ég var ansi slói. Ég hef stundum leyfi, ég skrópaði á bæ. Við höfðum nefnilega ofnæmi fyrir öllum hinum á þinginu. Með vottorð á Alþingi skrópum við kæri vin. Með gott orð á Alþingi viðgangast forföllin. Það er ekkert grín að sitja endalaust á ráðherranna stól. Setusár ég fékk og sigg á báðar raskinnarnar fyrir jól. Við erum orðnir hundleiðir á því að húka inn á Alþingi og gera aldrei neitt alveg endalaust. Ég er með kolsvarta bletti á samviskun og næ þeim ekki af. Á Alþingi skrópa ég kæri. Ég er með pólitískan vörtu á samviskun og nægin ekki af. Á Alþingi viðgangast forföllin. Ég er samviskulaus í vinnun og mér veitir ekki af. Á Alþingi skrópa ég kæri. Þeir eru samum aðri í stjórninni svo einfalt er nú það. Á Alþingi líðast oss forföllin. Það er samstað í ríkisstjórninni ósamkomulag. Á Alþingi skrópa ég kæri við. Stróma neyðir stjórnarliðar, stuðlað bættu líf og þjóðarhag. Greiðendur afnotagjalda ríkissjónvarpsins athugið að vetrardagskrán í ár hefur aldrei nokkurn tíma verið jafn girnileg og fjölbreytt. Hinn geysi vinsæli Tremmi Gunn, 10. árið í röð, ævagamall þáttur með nýju sniði og alltaf í nýjum fötum með eldgömlu sniði. Þið, þessi örfáu sem gátuð umborðan í fyrra, eigið ekki eftir að þola hann í vetur. Tremmi á tali, gömlu góðu grænu bólurnar annan hvern miðvikudag. Og fyrir börnin stundin okkar á 40. aldursári, sömu gömlu dúkku druslurnar upp aftur og aftur, einfaldur og billegur þáttur fyrir aldursflokk sem hvort eð gerir engar kröfur. Og fyrir hinna fullorðnu, fréttir, lesnar í belg og biðu af þeim sem enn hafa ekki flúið yfir á Stöð 2. Veðurfregnir, þáttur sem kemur sífellt á óvart, aldrei að marka spána, sama gamla óvissan. Einnig fáanlegt á myndböndum. Innlend dagskrárgerð er óvenju stórhuga í ár. Sjaldan hafa eins mörg verkefni verið fyrirhuguð og aldrei áður hefur jafn litlu verið komið í verk. Sama gamla afnotagjaldið og í fyrra, bara helmingi hærra í ár. Alveg óendanleg leiðindi, allan sólarhringinn á 2 útvarpsrásum og 1 sjónvarpsrás. Ríkissjónvarpið, hvort sinni líkar betur eða verr. Svo var Mummi sérst alltaf eitthvað Áttu eld. Já. Kemur oft hingað. Já. Ertu einn? Hæ? Ertu einn? Nei. Ég er með runga. Það er öruggara að halda sig aðeins við einn bólfélaga, ástundum hættulaust kynlíf, landlæknir. Stöð 2 hóf útsendingar 9. október 1986 og var öll dagskráin flutt á táknmáli, þegjandi og hljóðalaust. Á ýmsu hefur gengið og í hverri einustu viku á þessum 4 árum hafa að minnsta kosti 10 manns verið reknir og aðrir 20 ráðnir í staðinn í sparnaðarskyni. Og í hverju mánuði hefur verið ráðinn að minnsta kosti 1 nýr framkvæmdastjóri. 4 ár er ekki hár aldur, en á þessum stutta tíma hefur Stöð 2 og eigendum hennar samt tekist að sóa ótrúlegum fjármunum í eigin þágu með aðstoð 90% landsmanna. En 45.000 heimili hafa tekið þátt í ruglinu. Stöð 2 hefur áorkað ýmsu og haft óbætanlega áhrif á íslenskt fjármálalíf og gert fjölda fólks gjaldþrota. Það er víst að börnin er við landið.
og Stöð 2 ætlar sér stóran hlut í uppeldi og mótun íslenskar æsku á komandi árum. Stöð 2 þakkar landsmönnum frábærar móttökur. Án ykkar stuðnings hefði fjármálasukkið aldrei geta orðið að veruleika. Stöð 2, klám, ofbeldi og óráðsía af fúsum og frjálsum vilja. Já, ég hef bara tíma fyrir einni viðbót, ekkert svona. Við erum bara að drífa þetta af, ég loka þetta í 5 mínútur. Hver eru með kvef? Já, svona margir, já. Hver er bara með kvef? Já, þið megið fara strax. Já, ekkert svona, bara koma morgun aftur. Já. Hver er með kvef og hálsbólgu hérna? Ég. Já, maðurinn í bláa fötunum með kvef og hálsbólgu, býr ykkur betur, hann með kvef og hálsbólgu, með bronkitis, út af bronkitis, já. Hvora með græna hættinni með bronkitis, býr ykkur betur, ykkur með háan hita, 39 stig hita. Maður, niður verður kekkið með 39 stig hita, býr ykkur betur, fyrsta aðlóð, 40 stig hita, já. Maðurinn í bláa fötunum með 40 stig hita, kvef og hálsbólgu, býr ykkur betur, fyrsta aðlóð, þriðja. Já, það er sem sagt síðasti vítarstíminn sleginn mannum í bláa fötunum með kvef og hálsbólgu og 40 stiga hita. Gefum hún gott klapp. Bjóðum út heilbrigðisþjónustuna. Það er hagkvæmara. Hvað er það þá sem leggst aðalega svona þungt á þig? Já, hvað heldur þú? Ég veit það ekki. Nei, það er nú það. Býtu, ég veit að skrifa hérna einhver staðar. Hvað gerði ég nú við miðan? Já, hérna er hann. Býtu nú við. Sjá. Já, fara með fötin í hreinsun, láta gera við vélsögina, fara niður á Alþingi skrifandi bráðabirgðalögin, kaupa 2 potta mjólk. Æ. Hvað? Ég gleymdi því, ansans. Að kaupa mjólkina? Nei, ég skrifandi bráðabirgðalögin og sjá, mun eftir minnisleysinu þegar ég fer til sálfræðingsins. Þegar ég fer til sálfræðingsins? Hvaða sálfræðings? Nú, þú ert hjá honum. Já. Nú, hvað er hann? Nú er því oft haldið fram að stjörnumerkin Steingate og Meyja eigi enga veginn saman. Já, Jórunn, segð okkur, hvernig eiga saman Steingate og Meyja? Já, við Jóhannes erum búin að vera gift í næri 30 ár og ég verð nú að segja það að samband okkar hefur gengið alveg hreint eins og í sögu. Já, en nú er því oft haldið fram að Meyjan eigi við tiltekna skapgerða galla að stríða, skapbresti sem Steingateinn á erfitt með að umbera. Hvað segir þú um það? Ég verð nú að segja það. Ég er nú fjórföld Steingate með hús í Merkur og maðurinn minn, hann nú bara alveg típisk Meyja með Venus í tungli og ég veit ekki betur en okkar samband hafi verið alveg hreint. Ég veit ekki neina skapgerða galla sem ég hef ekki getað umborið og minnst það bara algerlega út í hött að halda því fram að Steingate og Meyja get ekki átt saman. Annars er bara best að maðurinn minn svari þessu. Það er ju hann sem er Meyjan. Jóhannes minn, hvað finnst þér? Jú, mér finnst það alveg út í hött. Örninn er lentur. Flugleiðir hafa nú hætt við að leggja niður Atlantshafsflug en ákveðið að leggja niður Arnarflug í staðinn. Í þættinum annað kvöld munum við fylgjast með því þegar flugleiðir við hátíðlega athöfn leggja blómsveig á flugleiði Arnarflugs. Örninn er lentur, hrollvekjandi heimildaþáttur. Dóri, varstu nokkuð búinn að taka kornflexið? Já, heyrðu, eigum við ekki að fara í kjötdeildina? Æ, nei, förum heldur fyrst í andlegu deildina. Ég er búin að vera með svo slæma samvisku undanfarið. Ha? Taktu eina flösku fyrir mig. Já, hvort þetta góða samvisku eða hreina? Taktu bara eina flösku af hreinni? Já, en hvort þetta sykurlaus eða samviskulausa? Það er þessa venjulegu sem við drekkum alltaf þegar við erum með slæman móral. Já, það er samviskulausa. Er það nokkuð með jóga eða hugleiðslu eða svo leiðis? Já, við erum með karmajóga með jarðarberjabragði og indverska eplajóga. Æ, nei, ég held ekki. En er það með hugleiðslu? Já, hvað heldur marga metra? Láttu mig fá 2 metra. Það kostar 250 krónur. Dóri, skrifa það á þessu. Hvað kostar hugurorkubatteríið? Heyrðu, þú ekki búin að tína pennan? Þú ert það bara að kaupa nýjan. Heyrðu, ertu nokkuð með penna svona með ósjálfræðri skrift?
Já, þessi hérna. Já, má ég pröfa hann? Gjör svo vel. Hann fínn þessi, ég ætla að fá þennan. Var nokkuð fleira fyrir þig? Já, ertu nokkuð með eilíft líf? Já, það var að koma. Er hægt að fá það á raðgreiðslu? Já, ef þú ert með tilvísun frá biskupinum. Úri. Sykurlaust appelsín. Bragð gott og frískandi. Engar óþarfa kaloríur. En nú komið nýtt og enn betra appelsín. Engar óþarfa appelsínur, bara vatn og rotvarnarefni. Appelsínlaust appelsín, Ölgerðin Jónas Hallgrímsson HF. Karl Sigurkarlsson, alþingismaður og karlrembusvín. Nú ert þú haldinn ofboðslegri kvenfyrirlitningu. Þú fyrirlítur allar konur. Af hverju heldurðu að þú sért svona mikið karlrembusvín? Það í genunum. Genunum? Já, það eru litningarnir. Litningarnir? Já, kvenfyrirlitningarnir. Slátrum karlrembusvínunum, kjósum kvenfélagslistan. Við alþýðu bandalagsmenn setjum manngildið ofar öllu og stefnum að því að virkja einstaklingin í okkar einföldu en hraðvirku áætlun þar sem þú, kjósandi góður, getur átt frumkvæði að því að rétta við fjárlagahallann. Og nú tækifærið. Líttu ekki til hægri, líttu heldur til vinstri. Og þér og ríkiskassanum borgið. Skattheimta okkar fag, kjósum Alþýðubandalagið. Og allt þetta nýaldar kukl og kvakl kemur beint frá þeim gamla. Og óvinurinn til, það skuluð þið vita, hann til. Efasemdamenn, hvort sem þið trúið því eða ekki. En ég segi ykkur, hann til. Já, hristiði bara höfuðið, en hann samt til. Og nú skulum við syngja sálm númer 426. En hann samt til. Klerkurinn og nýaldarkuklið, hlýir og mannlegir gamanþættir, lokaþátturinn Seltjarnarnesið lítið og lágt verður sýndur á nýjársdag. Ég sé. Íslendingar munu taka þátt í Eurovision keppni. Aftur? Já. Á næsta ári líka? Já, því miður. Og þar næsta ári, árinu þar á eftir, og þar á eftir, og þar á eftir. Við munum taka þyndarlaust þátt í Eurovision næstu 50 árin. En verður fólk ekki orðið þreytt á þessu eftir 50 ár? Mjög þreytt. Já, það já. Sérstaklega flytjandi. Orðin útvaxinn og sver, þessu söngva keppnir heilsunni hættuleg. Þreytt lag þreytt og pína það orðin þreytlaus að dansa þrútinn æða ber. Þreytt lag þrautum þangað til að
sína það og þrengust væla dansa þrútið næða vel. Eitt lag til, orðið öskoti þreytt, við munum halda áfram, verði númer 1. Og þar lífið áfram, höldum þreytt, höldum áfram eins við verðum númer 1. Það er komið hérna gamall maður sem langar til að koma skilaboðum til þín. Hann er gráhærður, hokinn á gúmmískóm. Nei, býta annars, nei, hann er á skóhlífum, það hlaut að vera. Já, honum þykir ósköp vænt þig, já. Hann langar heil lifandi spíst til að taka utan þig. Nú, já. Hvers lags er þetta? Já, hann heitir Sigurður og var kallaði Siggi Dóni. Já, hann reynir ofta að komast í gegn greið þegar konur eru hjá. Já. Kannast ekkert við þetta? Nei, kannast ekki við neitt svona Sig. Nei. Kannast ekki við hann? Nei. Þekkir engan Sigurð? Nei. Sigur Jón? Nei. Sigur Björn? Nei. Sigur Stein? Nei. Sigur Þór? Nei. Nei. Kannastu konu sem heitir eitthvað svona Sig? Heyrðu? Já, eiginlega. Já, vissi ég ekki þekkir konu sem heitir Sigríður? Nei. Nú, Sigur Jóna? Nei. Sigur Vegir? Nei. Sigur Björn? Nei. Sigur Rós? Nei, ég nenni þess ekki. Við hættum þessu bara. Kveiki ljósið, kom í glas. Í andaglas? Nei, viskiglas. Eftir ei miðli neinn. Áfengis- og svikamálaráð. Sýndu náunganum tillitssemi í umferðinni. Umferðar hræðsluráð. 22 35 10. Þessi sími er ekki í sambandi. Leitið upplýsinga í 03. Þessi flokkur er ekki í framboði. Leitið upplýsinga hjá Sjálfstæðisflokknum. Borgaraflokkurinn er ekki lengur í framboði. Sjálfstæðisflokkurinn. Þjóðarkynlífið er ykkur á línunni? Já. Komið sælir. Sælir? Já, þið voru þarna rétt áðan að ræða hýra einstaklinga, var það ekki? Ha? Já, þið vildu halda því fram að samkynhneigð væri ekki ættgeng. Ég er þessu algjörlega ósammála. Já, einmitt það. Já, ég er sannfærður að þetta er ættgeng, elskan mín. Það er meira að segja mjög ættgengt, já. Heyrðu vinur. Já, elskan. Það eru fleiri sem bíða? Já, ég held að þið geti beðið. Og þetta getur gengið mann fram að manni, öldum saman. Og ég skal segja þér það að til dæmis hún móður mín, hún sagði mér eitt sinn frá gömlum manni í Grindavík. Góði pabbi, hætt að hringja alltaf hingað í þáttinn. Það er að vera séniðandi. Heyrðu góði, ég vissum að þú manst auglýsingar strax. Hvernig smakkast maturinn?
svona skítsæmilega. Nú, jæja, það var ánægilegt. En mig langar til að spyrja þig einnar spurningar. Gjör svo vel. Þessi kartafla úr Þykkvabænum? Nei, af hverju heldur það? Af því hún var vond. Hvað segir var vond? Já, hún var meira að segja mjög vond. Hvurslags þetta? Skammast þín, það eru vondu gestina. Það eru góð, það? Skamm. Þetta kemur ekki fyrir aftur. Hún lofar að vera góð. Já, ég að koma. Veitingastaðurinn Tveir vinir og annar á Vogi. Íslensk náttúra á engan sinn líka, ósnortin og töfrandi. Árnar renna ljúflegi farvegi sínum. Hvergi loftið eins hreint og ómengað og hér á landi. Veiðiár og vötn iðandi af fiski, fjölskrúðugt dýralíf í tæru fjallaloftinu. Maðurinn kemst í beina snertingu við uppruna sinn. Íslenska lindarvatnið tandur hreint og kristallstært. Auðlindir okkar eru ótæmandi. Virkjum íslenska náttúru, liggjum ekki lengur á fjársjóðnum. Seljum náttúruna áður en við missum hana alveg. Ferðamálaráð. Lík í töskunum, grafalvarleg gamanþáttaröð í 6 gömlum skrítlum. 2 gamla konur og 1 höfundur leggjast á eitt og ganga í sameiningu af íslenskri kímnigáfu dauðri. Fletja hana út og pakkinni lífvana saman við gamalt rusl sem það tróða í töskur og selja íslenska sjónvarpinu sem skemmtiefni. Ósvikið íslensk fyndni, grá og guggin eins og liðlík í töskunum. Í kvöld ætlum við að taka fyrir fiska og naut. Margir þekktir Íslendingar í fiskamerkinu, eins og til dæmis ég og Gísli Rúnar og fleiri. Já, eins og önnur stjörnumerki hefur fiskurinn sín sér einkenni. Jón Krabbe, segð okkur, hver eru helstu einkenni fiska? Tja, hvað skal segja? Sjáðu hérna. Það náttúrulega sporðurinn, svo sérð. Hann nú mjög einkennandi fyrir alla fiska. Og uggarnir, sjálfsögðu. Já, og náttúrulega tálknin, ekki má gleyma þeim. Það nú ekki til sá fiskur sem hefur ekki tálkn. Og ég kannski að flaggan fyrir þig að þú ætlir kannski bara að fá hakk. Já, sko, en hvað geturðu sagt okkur nautið? Hver eru sér einkenni nautsins? Ég get ekki svarað því, væna mín. Þú ert að spyrja þá í kjötbúðinni á horninu. Við erum bara með fisk hérna. Er það bara rétt á horninu? Já. Ísa er best. Ísköld. Heyrðu, ég veit alveg af hverju ég orðinn svona gleymin. Jæja. Já, ég bara man það ekki. Nú, þetta á svona svakalega háu stigi. Hvað á háu stigi? Hvað segirðu? Ertu að tala velborguna? Ha? Hún á svona háu stigi? Nei, ég að tala minnisleysi. Hvaða minnisleysi? Nú, þetta orðið svona svart? Hvað orðið svart? Ha? Ertu að tala litin á hárinu á mér? Það ekkert svart. Já, ég nú reyndar að vísa mig svolítið skól í því. En eitthvað að því? Finnst þér að kannski fara illa við fötin á mér? Ég hefði kannski ekki átt að hafa það svona rauðbrúnt eins og þegar ég var ungur.
Bíddu nú hægur. Nú skalt þú bara slaka á og nú tökum við allt aftur frá byrjun. Já, frá byrjun, Já. Hvernig byrjaði nú þetta aftur? Það byrjaði þannig að ég var þannig að grána eins í vöngum og fólk var fann að hafa orð á þessu við mig og ég var fann að hafa áhyggjur af þessu, ég vil segja það. Já, nei, sko, hvernig ég meina... Vertu rólegur, ég að koma að því. Já, sko, svo ég hellti bara skólinu í hárið á mér, og bara beið með handklæðið á höfðinu í 10 mínútur, undir þurrkunni, þangað til það var orðið sinna rauðbrún. Sumir vilja gleyma öllu, jafnvel heilli þjóð, en þú gleymir aldrei hárun á þér. Hárlitunarskólið gleymir ei, fæst á öllum betri kosningaskrifstofum. Valdamyndavélin, hver verður fyrir barðinu núna? Morgunmatur! Gott! Nei, góðan dag. Nú, við hefjum hennar morgunverða því að Sigríður sem er heimavelli bruna nú upp eldhúsgólfið og sendir 2 stóla undir borðið. Mjög skemmtilegt hjá Sigríði. Nú, Sigríður kemur með blómstubát og létt framhjá. Nú lágu við að munnaði litlu. Hvað tekur hún fyrir höndu næst? Nú, hún fer í ískap og hún opnar ískapinu upp á gátt. Þetta var mjög skemmtilegt hjá henni en ekkert kemur fyrir ekki neitt. Hún tekur þetta út mjólkurinn. Nú, rjóma. Nú, það er svona, já. Nú, eins og þess að þá er Sigríður 45 ára gömul og hún er farin að sjá svolítið á henni eins og allir sjá náttúrulega. Og þannig að það er næsta víst að hún var rekin út af heimilinu fyrir hátíð og yngri leikmaður settur inn á í staðinn. Nú, Sigríður er nú tilbúin með kaffið, mjög ábúðafull og hún bíður eftir því að senda kaffi ofan í bollan. Hún hellir! Ramhjá. Þetta var mjög klöfulegt hjá Sigríði. Það er greinleitt að Bjarni var orðið fyrir smá njaski. Já, það skiptir ekki máli. Þannig að það er næsta víst að nú er Sigríði endanlega skipt út á fyrir sig yngri leikmann. Eða konu. Nú, við sjáum þetta skemmtilega slís aftur á hægri ferð. Það er hress í víkinskafið. Í bernsku minni var ég vestfirðingur. Það var þó erfitt að vera þar kjör. Ég mátt oft leggja á mig langan gang, langa tanga í fanginu þang og ókleif fjöllin þau gnæfðu í kring. Svo komst hann pappinn á þing. Hver kom þið í kring? Það var eitt hræðslubandalag, þar fann ég fag, þar sem faderni var mér í hag og ég varð ráðherra. Því þér er lagið að láta aðra þjást og ég er formaður, já og ég vinn mér þar virðing og ást. En ég á að vera til vara og við mig er alls ekki rætt. Ef þú ert formaður, þá er ég sko hætt. Hver er hún þessi ólánsama kona? Nú, þetta er kerlingin, hún Madonna Sigurðar. En hver er kallinn sem leikur hana svona? Jón Crazy nefnist böðlinn sá. Þetta er sárt, ég finn til. Ekkert rausklennt upp kjaftin ég kem og kiss úr þér skætingin. Guðminn góður. Þó að mér sé það í raun þvertum ég sjá vara formanninn. Það er jú vissar að hafa hana með. Í öllum bænum. Það er tvíbent að treyst honum nonna. Ekkert þú heldur heilög Madonna. Flokkurinn. Já og flokkurinn er ekkert hress. En ég veit að þó þessi dýrasti sáttakoss aldarinnar eigi eftir að kosta þjóðarbúið milljónir, eru kjósendur samt stoltir af mér. Ég verð áfram formaður, algjört success.
Segðu A. Veljið A. Kjósið A. Og svo kossa. Og þú telur að læknavísindin hafi brugðist? Já, svo sannarlega. Venjulegi læknar hafa aldrei geta gert neitt fyrir mig. Til dæmis bara sjónin. Hugsaðu þér, árum saman þá sá ég bókstaflega ekki nokkur skapaðan hlut. Ég var með -7 á báðum augum. Já, þá komst ég í kynni við jóga, get ég sagt þér, og nálastungu og handæfilagningu og fór að ganga með kristalla og orkusteina og borðaði makrobiotis japanskt söl og fara í hvert mál og ræktaði yin og yang og það var eins og við mannin mælt. Sjónin algjörlega fullkomin núna. Þú sem sé læknaðir sjálfa þig algjörlega án aðstoða læknavísindana? Já, alveg gjörsamlega. Og ekki nóg með það, heldur ég núna búin að læra að lækna aðra með handæfilagningu á yfir náttúrulegan hátt. Hvað segir? Já, ég skal meira segja bara sýna þér. Gjörðu svo vel, farðu úr skónum og leggst á bekkinn. Já. Hvernig fer svo lækningin fram? Með orkustraumum í gegnum fætuna. Ertu tilbúin? Já. Já. Úps, fyrirgefðu, ég verð að taka þau út á sokkunum bara til þess að ná betri tökum. Jæja, svona, slakaðu alveg á í fótunum. Finnurðu hvernig orkan... Gott. Nú er eitt frægasti krespmiðmaður okkar Íslinga, Arngeir Sigurleifs, lagt krespinnuskona sína á hilluna sína. Nú, Arngeir rennu hérna í stuttri heimsókn hjá okkur. Nú, Arngeir, nú áttu ekki svo allóglæsilegan feril að baki sem atvinnu krespinnumaður. Segðu mér, hvernig gekk það fyrir sig? Nú, ég byrjaði með Grímseyjarliðinu og var í íslenska landsliðinu nokkur ár. Já. Þá var ég seldur til Þýskalands fyrir offjár. Já. Nú síðan var ég seldur hæstbjóðanda til Barcelona á Spáni. Já, Spáni, já. Nú, þar var ég þangað til ég var seldur til Belgíu á uppsprengdu verði. Já, eins og frægt orðið. Nú, svo gekk ég kaupum og sölum milli liða í Evrópu endalaust. Já. Allir græddu á mér. Ég sjálfur fékk aldrei að ráða neinu. Nei. Ef einhverjir sterkarnar knattspyrnufustar vildu eignast mig, þá var ég bara seldur. Alveg svo ambátt. Já. Ég var orðinn dálítið þreyttur á þessu. Já. Og gata bara hver sem ég keypti. Já, viðkomandi átti nógu mikla peninga. Og svo var ég farin að dala svolítið. Jú, já. Þá gerði þessi lítið fyrir og sendu mig á útsölu. Já, og ertu á semst hættur að ganga á kaupum og sölum? Já, nú er búið að endalega selja mig fyrir fullt og allt. Já, og segðu mér, hver keypti þig? Gömul, moldrík ekkja í München. Hvað segir? Og til hvers eiginlega? Ekki spilur að krespinnu hana? Nei. Ég bara skúraði á henni. Kaupið ekki knöttin í sekknum. Sölufélag knattspyrnumanna. Góðanum. Gott kvöld. Hvaðan ert þú að koma, góða? Gömlu glasanum. Aha. Þú nokkuð verið að smakka það? Hvað? Smakka hvað? Þú ekki spýra litina? Ángandi spýri, maður. Nei, það getur ekki spýrið. Nú? Hver fjárinn er þetta þá eiginlega? Það getur kannski verið ylvatnið mitt. Ylvatnið þitt? Já. Og hvað dræstu mikið af því? Hvað er það mikið? Ég get ekki borga. Ég sverða. Við skulum bara fá úr því skorið. Ha? Við viljum að blása hérna í þessa slöngu. Sjáðu, Hvað gera það? Og þá fáum við þetta á hreint. Á ég bara stinga þessu svona upp í mig? Já. Hvað helst þú ættir að gera við þetta? Já, nei. Svo blæstu bara dálítið duglega í blöðruna. Já. Blása. Já, svona, meira. Blása. Er þetta nóg? Nei, svona áfram. Blástu.
Já, áfram, blása. Þetta kom með góða, þakkaði fyrir. Þú stóðst þig vel. Greinilega ekki með dropa vín í blóðinu, skal þakkaði fyrir. Þú stóðst þig vel. Þú kemst ekki langt á ónýtum dekkjum. Glemdu ekki græjunum heima. Þingeyska loftpumpusmiðjan, Mývatnssveit. Góðir Íslendingar, nú árið er liðið í aldanna skaut og aldrei það kemur tilbaka. En það sem verra er að nú er kjörtímabilið bráðum liðið undir lok og það er alls óvíst að það komi nokkuð tilbaka heldur. Þess vegna er að gera, strákar, nota tækifærið og spila rassinn rækilegur buksanum. Tilbúnir og 1, 2, 3, 4. Sveita skalla, litlir kallar sem í framboði. Litlir kallar sem að falla, litlir kallar og allir eins. Það eru kommunistar, íhaldsmenn og kvennalistakerlingar og kreddufullir nefndarsjúkir, hendistefnu byggingar og fyrirgreiðslu pólitíkusar og framapotarar. Og ráðherrar sem fórna góðum málstað fyrir kosningar. Jórnin kastar öllum syndum sínum bak við þig, sínum bak við þig, syndum sínum bak við þig. Fagurt röflið og ráðherranna haus, syngdu dátt og dönsu, því nú fjandinn haus. Syngdu dátt og dönsu, því nú fjandinn. Út í túnfjási, stóðu út við skóg. Stórir koma skarar, á grötum var þar lóg. Blésu þeir til kosninga og buðu mönnum bitlinga. Blésu þeir til kosninga og buðu mönnum bitlinga. Loforðin fuku á kosninganótt. Er það rétt sem þeir segja landa? Já. Að hann sé alveg skoðanalaus. Í kjörklefanum hristi hann haus með luktarbrár. Nú uglar sat á kvisti, ræður hvað ég kýs í ár. Er það von að hann vanræki andan? Já. Er allt verðmæta mat fyrir bíl? Markmið mannsandans, mið í lottói anskotans, segðu mér eitthvað til í því. Já, lífið lotteri, já það lotteri, já það lotteri og ég tek þátt í því.